Jesús sagði: hinn aldraði mun ekki hika við að spyrja 7 daga gamalt barn staðinn sem lífið geymir, og hann mun lifa. Því margir hinna fyrstu munu verða síðastir, og þeir munu verða einn og hinn sami. Hvaða sannleika býr ungbarn yfir sem aldur og viska hefur ekki fært manninum að langri vegferð sinni? Hvaða svar getur barn veitt sem ekkert hefur séð og ekkert hefur lifað? Á hvaða tungu mun barnið mæla? Barnið er í heiminn send, þaðan sem öll viska býr og þaðan sem allt sprettur, staðnum sem lífið geymir. Það hefur þekkingu á hinum sanna heimi sem okkur er hulinn og talar tungu án orða sem aðeins þeir sem vilja hlusta munu skilja. Við lok síns æviskeiðs dugar engum að hrósa sér yfir lífi lifuðu, þekkingu aflarar eða auði safnað. Allt er hjóm og árin skipta engu máli ef horft er fram hjá sannleikanum sem allir búa yfir en við hyljum vitandi vits eða ómeðvitað. Hann mun lifa sem lærir, snúa aftur til þess staðar sem hann kom frá sem barn inn í þennan heim okkar. Vitandi þetta skiptir það heldur ekki máli hvort þú hleypur í gegnum lífið af kappi eða forsjá, þar sem allir enda á sama stað í veröld sem er hringlaga og tíminn afstæður. Hinir fyrstu og hinir síðustu verða eitt og hið sama að lokum, enda allt af sömu rót sprottið. Aðeins frumsannleikurinn sem barnið geymir er lífið, lindin sem allt streymir frá. Við getum snúið aftur ef við viðurkennum fyrir sjálfum okkur að lífið, hversu innihaldsríkt sem það kann að hafa verið, veitir okkur ekki svör umfram það sem við fyrst fæddust með og höfum gleymt en ekki glatað.